Nú ætlum við aðeins að tala um debetkort og kreditkort. Debetkort eru þannig að ef maður notar debetkort til að borga fyrir vöru, þá þarf að vera peningur fyrir vörun inn á kortinu og hann er millifærður sjálfkrafa yfir á þann sem er að kaupa vöruna af. En með kreditkort þá safnast upp það sem maður er búin að nota yfir mánuðin og svo borgar maður allt í lok mánaðar. Það er stundum þannig að fólk á erfitt með að borga það sem veit yfir mánuðin og þá á það möguleika á að geyma skuldin og borga hana síðar. En þá þarf að borga vexti. Hér sjáum við dæmi. Hann skuldar 150.000 sem hann getur ekki borgað fyrir eftir 6 mánuði og þá þarf ég að reikna. Ég þarf að skrifa niður hvaðan skuldar í fyrsta lagi 150.000 og við þetta bætast vextirni sem eru 1,6% og þið séu að hún námundar fyrir mig hérna. Ég ætla að breyta þessu þannig að hún sýnir mér þetta sem prósentu, sjáðu þið, með einum aukastaf og þá þarf ég að slá þetta inn aftur því að hann var að svona og síðan er 245 króna aukagjald. Ég gæti alveg tekið þessa hérna og láti þetta vera gjaldmiðil og ég ætla að hafa þetta sem krónur og þetta líka. Þá reynist þessi reitur vera aðeins svo lítill og stækku við hann bara aðeins og þá þurfum við að stækka þennan aðeins líka. Sjáðu, ég ætla að breyta þessu öll í prósentur eins og ég var að gera á hann. Þannig að þetta sé nú allt eins. Svona. Hér ætla ég að skrá hvaðan þarf að, hverjir vextirnir eru. Þetta er alltaf sama talan og sjáðu hérna er mánuður 1, mánuður 2 og þið munið ef ég vel þessa 2 og fer í krossin þá get ég haldið áfram niður í 6. Þessi hækkar ekki því ég vel bara eina tölu. Þessi breytist ekki heldur. En hérna ætla ég að gera þessi tala sem sagt upphaflega talan sinnum vextirnir. Þannig að þetta eru vextirnir fyrsta mánuðin. En hér þarf ég að gera upphaflega talan pluss vextirnir fyrir síðasta mánuð pluss færslugjaldið. Þannig að hér þarf ég að reikna og ég geti raun dregið þessa tölu bara niður og því að það kemur 0 hérna því það vantar þessar tölur og ég get dregið hana niður líka. Þannig að hér sjáum þið að eftir fyrsta mánuðin er 2.400 krónar vextir og þó þetta virðist ekki vera háir vextir 1,6% þá eru þeir það nú ansi háir því þetta er mánaðarvextir en ekki ársvextir. Mikill munur á því. Þannig að hér borgar hann þetta sem eftir 1 mánuð, eftir 2, eftir 3, eftir 4 og eftir 5 og í raun þurfum við að fara einum lengra. Við þurfum að reikna þetta fyrir 7. mánuðin því að það og þá þarf ég að draga þetta niður 1 og þið séu að ég þarf ekki að draga allt hitt niður en það sem hann þarf að borga er 166.519 krónur. Hann þarf að borga 16.519 krónur í vexti af 6 mánuðum af 150.000. Þið séu að þetta eru ansi háir vextir og færslugjaldið þó að það sé nú alveg soldið að það er samt ekki nema
einhver 1500, innan við 1500 kall. Þannig að þetta eru cirka 15.000 bara vextir. Þannig að þetta er nú ansi vel ílagt.